Í fjarlægu landi var djúpt óréttlæti sem skyggði á mörg líf. Hugrakkur ungur lögfræðingur, Nelson, sá fólk sitt þjást undir apartheid-reglum sem aðhrundu þau eftir útlit. Hann stóð frammi fyrir stórkostlegri ákvörðun að þegja eða berjast fyrir réttlæti og hætta öllu. Nelson valdi að berjast og talaði af krafti gegn óréttlátum lögum. Við verðum að standa saman fyrir frelsi, lýsti hann yfir og kveikti von. Orðans vöktu einnig reiði þeirra sem voru við völd. Hann var fljótt handtekinn og dæmdur í langtímafangelsi. Ég er reiðubúinn að deyja fyrir þessa málstað, sagði hann hugrakkur og sætti sig við örlög sín. Í ótal ár þoldi hann litla, einangraða fangelsisklefa. Daglega var staðfesta hans prófuð og efasemdir hefðu getað komið upp. Samt vék hann aldrei frá draumi sínum sanngjarnan heim og veitti öðrum innblástur jafnvel bak við rimla. Hann ræktaði meira að segja litla græmetisblástur, hljóðlátt tákn varanlegrar vonar. Áratugir liðu og heimurinn fylgdist með djúpstæðri baráttu hans. Leiðtogar heims kröfðust frelsunar hans og fangelsisliðin opnuðust loksins. Nelson, eldri en geislaði af styrk, kom fram fyrir hástöfum þjóðarinnar. Hann valdi fyrirgefningu fram yfir beiskju og varð framsýnn leiðtogi. Hann leiddi land sitt til friðar og sá aldrei eftir hugrakka baráttu sinni fyrir réttlæti. Þetta kennir okkur að þegar þú tekur sterka ákvörðun góðan málstað, sjáðu aldrei eftir henni. Ferðalag Nelson Mandela hvatti þig, skráðu þig á Íslandi og fyrir fleiri góðsagnakendar sögur. Líkaðu við ef þú munt beita þessari leksíu í dag og kommentaðu hvaða frægu sögu við ættum að deila næst.